Safíblásun þegar syndrað á jöklinum glóð. 2-1, aldan við hlein, söngum ástina lofgjörðar ljóð. Þau leiddust inn í Laugarnes og lögðust þar. Ástfangin og rjóð, hið fyrsta Reykjavíkur par. Þau Ingólfur og Hallveig, enn unaður hér leiðast elskendur á nýrri öld. Torg í vorri borg njóta yndisum sumarkvöld. Við Austurvöll og ánanaust elskað alveg fölskvalaust. Hér hamingjan rík og hvergi betra kiss og elska en í Reykjavík. Nú syngja allir saman borgin mín, blikandi haf sem skín, Alþingi og dómkirkjan svo fín. En Jón nakkakertur á stallinu sveltur, starir á nætur. Þessa tröppu tók maður í 3 skrefum í gamla daga og stökk við vegginn. Það var veggur hér. Maður kom yfir dekki heim nema stökk við vegginn og fara í 3 skrefum upp tröppuna. Rósfjörður sko. Já, mynda pappa þegar hann kemur hérna út og lappar niður þessar tröppur og segir meira frá sjálfum sér á 7 sekúndum heldur en að 2 tíma heimildarmynd hefur getað gert. 1945 fluttu foreldrar mínir hingað. Þau voru áður í leiguhúsnæði niðri í Túnum og það var ekkert verið að gera neitt smátt. Þau fóru hérna í þennan hluta Stórholtsins sem mjög mögnuð gata. Þetta var 1000 manna þorp. Þetta hverfi hérna, það var Klambratúnið þarna megin. Það var autt holti hérna megin og bara sjómannaskólinn og Vestgeimirinn. Hérna var líka bara autt á bakvið þetta hús og neðst í götunni voru hermannabraggar bandarískir sem að lokuðu henni. Þannig að fólk þurfti að fara mikla krókaleið til að komast inn í götuna þegar ég kem hingað. Og þau keyptu hérna hæð 110 fermetra með 4 herbergjum og ris með öðrum 4 herbergjum og voru hérna með 8 herbergi. Og þetta tókst þeim að komast yfir með því að leigja þetta allt út og gera þetta á hóteli. Það voru svo mikil húsnæðisvandræði. Þannig að þetta var fyllt af leigjendum og við vorum sem sagt, fjölskyldan var 5 manns en samt vorum við öll í einu herbergi og leigjendurnir voru í hinum 7 herbergjunum. Og gríðarlega fjölskrúðugt fólk sem leigði þarna, eins og til dæmis einn básúnuleikari í Lúðrasveit, Björn hét hann. Hann þurfti að æfa sig og þá fór allt á annan enda þegar hann byrjaði að æfa sig vegna þess að það voru bara textplötur á milli herbergjanna upp í risinu. Þannig að hann keypti sér skáp sem passaði þannig að hann gæti komið honum inn í dyrnar og alla leið upp og fór inn í hennar klæðaskáp og blés þar og þar með var hann búinn að bjarga sinni veru hérna í vorkenndunum allt þessi barna, Eimíkja Bjössi sem var inn í dimmum klæðaskáp að spila á básun og æfa sig. En þetta er mjög merkileg gata því lítið til að það er svo margir þjóðþekktir Íslendingar sem áttu heima við þessa götu þegar ég var hérna. Og hún skiptist í 2. Hérna er Kapítálið, hér er einkaframtakið og þú sér það öll þessi hús hérna megin eru miklu stærri heldur en verkamannabústaðirnir hinum megin. Og þú sér það verið að segja ákveðna mismunin í húsnúmerunum vegna þess að hér hinum megin eru þetta bara tiltölulega litlar íbúðir og 2 endar aðskildir samt bara 1 húsnúmer. En hérna má ekkert minna vera heldur en að þó að sé nákvæmlega eins, 2 endar aðskildir, að þá er sitt hvort húsnúmerið. Þannig að einkaframtakið fær hérna sko bara sérstakt fram yfir hitt. Og að labba hér upp götuna á þessum tíma og átta sig á því hvað fólk átti heima hérna. Neðst hérna var Pétur Hannesson sem var formaður Sjálfstæðisfélagsins Óðins, framarlega í Sjálfstæðisflokknum. Dóttir hans var Sólveig Pétursdóttir sem ólst sér upp í götuna líka. Var seinna alþingismaður og forseti Alþingis. Síðan kom Helena Eyjólfsdóttir, hún ólst hér upp og var fræg þegar ég var krakki hérna. Nú næst er svo Villi Sleggja, rútubílstjóri þekktur og Gunnar Vaff Andrésson, ljósmyndari hjá DFF og Fréttablaðinu, hann ólst upp hér, þar einmitt. Svo kemur hús þar sem var Hafsteinn Miðill
Hann var náttúrulega þjóðfræg persóna, oft utan við sig. Frændi minn sem átti heima neðst í götunni, Guðjón Guðnason, hann var líka oft utan við sig eins og ættmenn mínir voru og eru. Eitthvað voða mikið ADHD og það var frægt hérna að einu sinni kom hann út á sunnudagsmorgni í svona veðri eins og er núna, engin umferð, labbaði upp götuna í þungum, ættfræði þungum, að rifja upp einhverja gamla, löngu dauða dala og strandamenn og þá kemur Hafsteinn miðil úr sínu húsi og labbar niður og er greinilega algjörlega í trans og það endaði með því gengu framan á hvor annan og þetta var bara tveir menn í götunni og gátu afreka þetta. Það var hlegið að þessu. Nú ef ég held áfram þá kem ég hérna á endanum við þessu húsi sem er 31 og þar var Ingólfur Hólakott kallaður, mikill byggingameistari og byggði þetta hús. Svo vorum við hérna í báðum efri hæðunum og það var ein kona sem leiði hjá og kallið Stína og stofan var kallið Stínustofa eftir það. Hún afgreiddi hérna á horninu niður frá því þar var kaupmaðurinn á horninu og einu sinni var mjög kalt og afi minn var að passa okkur. 10 stiga frost, hann fór að kyrta sér brauð og svo þegar hann kemur heima þá segir hann að þetta er nú meiri leigjandi hérna í herberginu, þessi Stína. Og hvað, segjum við, þá vorum við bara strákar. Já, það var nú bara þannig að hérna þegar ég kom inn í bakarið, það var bæði bakari og verslun, að þá er hún þar bara með 2 risastór brauð og er bara með þau undir handarkrikunum. Og ég segi, hvað er þetta að gera við þessi brauð? Og þá sagði hann, það er bara svo gott að því að brauðin er heitt að reyna að ylja sér í kuldanum. Og þá sagði afi og glotti við og ég var nú bara feginn að var ekki 3. brauð, hvar hann sett það? Ljúfstund, safíblásund, þegar syndrað á jöklinum glóð. Magnús bílstjóri, kallaði Snæramangi, leigubílstjóri. Og hann var 100 ára gamall og hann var að hraða niður börnum langt fram eftir aldri og átti unga konu. Og hann var kallaði Snæramangi vegna þess að á þessum tíma var svo erfitt að hafa varahluti og hann var alltaf að lenda í árekstrum. Og hann var alltaf með skýringar og reiðum höndrum þegar hann var að segja, þegar pabbi kom til þess og sagði, Magnús minn, hvað kom fyrir þig núna? Og þá sagði hann bara, það kom þarna staur. Hann lenti aldrei sjálfur í árekstrum, það var alltaf ykkur staurar og veggir sem voru að keyra á hann. Og þetta var nú svolítið grimmt að vera að kalla hann Snæramanga samt, þó hann væri að reyna að halda brettunum og stuðrunum á bílnum með snærum. En þá grimmar að því hann átti príði son sem er svona nokkuð með jafnaldri minn núna, leigubílstjóri líka, og fekk nafnið Óli Spotti og það var ekkert skýrið. Það var bara því að pappa svo kallaði Snæramangi. Og hæðinni fyrir ofan voru hjón sem átti ekkert barn og mér var verið eftir því þegar ég var krakki. Þessi kona hafði ekkert að gera annað en á þurrum dögum að þá kom hún hérna út á svarirnar og var að bursta teppi og stíkt allan daginn, hans manni. Manni fannst þetta alveg ótrúlega, eins og sagt er á enskunni, vist og talent. En Magnús hló niður börnum hérna og einu sinni hitti pappa hérna og þá vorum við strákarnir svona að fá hvolpavit og segi, jæja Magnús minn, hér er komið eitt nýtt barn líka, það er aldeilis fjöri hjá þér, svona gömlum, ekkert að gerast öðru hæðinni. Þá glotti kallið við og hló og sagði, það er kannski eitthvað að gerast það er bara þýðing neitt, hann er ónýtur. Þá kem ég að húsi sem er efri endinn á þessu húsi, 37. Þar var Jói Svarti í kjallaranum. Það var svona fulltrúi undirheimana í götunni. Dökkur yfirlitum og maður var svolítið varum sig með hann. Hæðinni fyrir ofan var konan í götunni sem Friðrik Þór Friðriksson gerði að persónu í bíódögum. Því að Friðrik Þór Friðriksson ólst upp í götunni efst. Og það var sú persóna í þessari götu sem var lægst sett, fyrirlitnust af öllum. Hún var kölluð, ég ætla ekki að nefna hann réttu nafni, mér finnst hún ekki eiga það skilið. Við skulum segja bara að það verið kölluð Sigga Fulla, hún var kölluð Fulla. Sem þýddi það var eina sko, það var áfengisvandamál hérna í allir götunni. Fólk fór ekki til S.A.A., fór ekki til meðferð. Hún var bara kölluð Sigga Fulla og mátti hafa það og ekki bara það, hún var ennþá neðar sett. Því að hún var í kananum, þar sem kallað var. Og það voru margar svakalega sögur af henni þar sem að hún kom jafnvel nakin út á götu og allt eftir þessu. Og lögreglan var að koma og svo framvegis. En við strákarnir sem vorum ungir, við dýrskuðum hana vegna þess að offísérarnir á vellinum að þeir koma svo flottum bílum hérna. Við vorum að skoða þessar bílar, Cadillac og alls konar ameríska sportbíla og Guð mátti vita hvað sem við voru á þessi kanar. Því að þá var hérna skömmtunartímabil og engin bílar fluttir inn. Það var bara einn nýr fólksbíl í allri götunni öll þessi ár og það var læknisbílinn. En hún var kölluð þessu nafni og það mátti allir níða hana og tala illa hana hér í götunni. En 50 ára seinna þegar við héldum hérna svolítið sammenkomst
eða samkomu þeir sem átti heima í þessari götu, að þá var að fara að athuga hverjir eru nú eftir lifandi hérna. Það var bara hún og kona hérna 26. Og hvernig stóð á því? Það var vegna þess að einhvern tímann á hennar ferli að þá snýr hún alveg í blaðinu. Hætti að drekka, hætti öllu sukki og lifði hér með mikla reisn. Og ég svona, þegar ég geng hér upp framhjá, að þá hugsaði með mér, gilti ekki það sama hana eins og í ritningunni. Sáu þeir sem syndlaus kasti fyrsta steininum þegar allir voru og fyrirlitu þessa konu. Og mér dettur líka í hug að hún hafi snúið við blaðinu og fengið einhvers konar vitrun, af því það var ekki hægt að fara inn að meðferðir eða neitt, og heyrt einhvers staðar utan af sér framhaldið. Far þú og syndga ekki framar. Og ég segi fyrir mig að ég ber meiri virðingu fyrir minningu þessara konu hér á 37 heldur en samanlagt allra sem eru eða voru í þessari götu. Nú á efri hæðinni voru Hilmar og Tolli, það var Hilmar Karlsson, kvikmyndagagnrýnandi, og Tolli sem vinnur hjá Borgarleikhúsinu. Svo kemur flottasta húsið í götunni og það er náttúrulega læknishúsið. Og það er Eyþór Gunnarsson, læknir, og sonur hans Gunnar Eyþórsson sem var fréttamaður, þjóðþekktur maður, sonur hans Eyþór Gunnarsson, þjóðþekktur tónlistarmaður, og bræðurnir, mjög þekktir menn, Pétur Gunnarsson og svo framvegis. Svo förum við upp á Hornið og þar var Sigurður Árnason, sonur Árna Þórarinssonar, hins fræga klerks á Snæfellsnesi, mjög skemmtilegu maður, og þar var Friðrik Þór Friðriksson, þar var Kristín Ólafsdóttir sem var söngkona, þjóðþekkt og borgarfulltrúi. Nú förum við niður eftir götunni 26, þar er Helgi Kristjánsson, glímukappi, vörubílstjóri. Nú við heldum enn áfram og einhvers staðar í þessu húsum, hérna í mann og ekki nákvæmlega hvar, var Sigga Hannesar. Það var svona kratakelling, verkalýsrekandi, verkalýsmegin. Og svo komum við niður á Hornið og þá fer nú heldur betur að færast fyrir leikinn. Þar er Bernhard Arnar, kaupmaðurinn á Horninu, og sonur hans var Örn Arnar, frægur skurðlæknir í Bandaríkjunum, þekktur skurðlæknir þar. Og ef við förum bara rétt í næsta hús þar, þá koma 3 hús í röð, allt saman þjóðþekktir tónlistamenn. Og það voru náttúrulega Bjarni Böðvarsson, hljómsveitarstjóri, einn frægasti tónlistarmaður Íslands á þeirri tíð og frumkvöðl, formaður FÍA í upphafi, og sonur hans Ragnar Bjarnason, og Pétur Pétursson Þulur, og dóttir hans Ragnheiður Ásta Pétursdóttir. Það var hérna megin. Og svo var KK, Kristján Kristjánsson, með KK-sestetinn og allt það, og Pétur Kristjánsson í Pelikan, sonur hans, og Baldur Skeving, fótboltamaður. Og þegar við þurftum að spila fótboltastrákarnir hérna, þá fórum við annarkvort yfir í Stórholtið, það var miklu breiðara, spilum bara þvert á götuna og létum bílana bara fara sína leið, innan bílana náttúrulega og strætisvagna. Mikil umferðargata, mikil ryk oft, eða þá við vorum hérna á þessum leikvelli. Þetta er mjög skemmtilega hannað hverfi, svona verkamannahverfi, verkamannabústaðahverfi, en samt sitt hvoru megin þessar húsaraðir með einkaframtakinu, sem gerir þetta mannlíf svo miklu, miklu fjölbreyttara. Við köllum okkur sjálfa holtabísara sem við vorum hérna. Þetta var malagata sko. Keyrt hratt, ég get sýnt ykkur alveg skemmtilegt þegar við komum neðar, að gatan hallaði og það sjást merki það á húsunum. Ég tel að það eigi að friða þetta hverfi eins og það var og að megi ekki setja nýtt byrði utan húsin nema Skeljasand. Vegna þess að þetta segir sögu kjara þjóðarinnar frá svona árunum 1935 til 65. Það felst í þessi hverfi og þú ert með sem sagt blönduna af þessum arkitektúr og á Hátersvegi og svo þetta verkamannahverfi hérna inn á milli. Norðurmýrin er ekki hægt að friða, hún er alltaf stór. Þetta er alveg hæfilega stórt hverfi og ég held að það sé ekki dýrt að friða þetta. Það er einhver sjóður sem að hjálpaði fólki til að brúa bilið eða eitthvað dýrara að setja Skeljasand á. Það er þegar búið að taka eitt hús hérna og setja hvítt á það og þeim mega helst ekki vera fleiri, finnst mér. Út með þessa byggingar frá þessum tíma út allt land, en þetta langt flottast að taka þetta bara sem dæmi. Þú sér þetta á Siglufirði, þú sér þetta yfir í öllum stærri kaupstöðum, svona bústaði, eða þessi Skeljasands hús sem að núna eru horfin. En þetta hverfi sem svo þægilegt að friða, sérstaklega vegna þess að Hádegisvegurinn sem hérna hinum megin, hann með mjög merkilegum arkitúrshúsum.
þar sem að voru smíður nánast glæsivillur þess tíma og arkitektarnir fengu að leika lauk sem hala hérna á Hátersveginum, sem var mjög merkileg gata og þetta er bara skemmtilegur lokaður þríhyrningur og væri gaman að varðveita hann sem merki þessa mestu umbreytingu sem varði í Íslandi, á Íslandi, það var annars vegar aldamótin 1900 þegar togarútgerðin byrjaði allt það, en ekki síður stríðið. Þá sérðu bara hérna frá því rétt fyrir stríð og þá getur eftir stríð. Þá sérðu bara söguna hérna alla kjörf þjóðarinnar, hvernig húsin breyttust, stækkuðu, íbýli fólksins og það er hvergi á Íslandi hægt að varðveita þetta betur heldur en hérna í þessum litla þrönga hverfi sem var eiginlega 1000 manna kaupstaður, bara 1000 manna Húsavík inn í miðri Reykjavík. Og ég sat oft á þessu vegg og var að segja sögur. Spann upp fyrir strákana ógulega sögur. Ég man ekkert náttúrulega af þessu nema ég man eftir einu atviki sem ég fannst svona svolítið frumlegt og skemmtilegt. Maður horfði svona á þessu teiknimyndasögu, þá var einhver rosalega feitur kall sem var að flýja undan löggunni og var efst í háu húsi og svo var mikill hringstigi niður allt. Og ég man eftir að ég lét kallinn fara á handriðið og hann ætlaði að renna sér niður handriðið, allan hringinn niður, en hann tók svo fast í handriðið að það losnaði þannig að handriðið rúllaðist niður og fór út á götu með kallinn, sko. Þetta þótti mér voða fyndið, strákarnir hlógu mikið þessu, fannst þetta voða fyndið. Á þessu tíma keyrði pabbi við höfnina og ég er alinn upp í vörubíl að hluta til. Og það voru nú aldeilis karakterar þar. Einn var þjófóttur, stal öllu steinin léttara og þegar var komið að honum og að stela sagði nei, ég er bara að hirða þetta frekar en hinir stelið því, sagði hann alltaf. Annar var svo drikkfelldur sko, það var aldrei að treysta nema að vera blind fullur að keyra jafnvel frá Reykjavík og suður til Keflavíkur. Einu sinni átti hann að fara á stað, þá fór hann ekkert á stað, það var bara í hurðina og hann fer ekkert á stað. Þá opnaði dyrnar, þá bara veltur hann út og honum er ýtt inn og sagði til það verður að fá einhvern annan til að keyra. Nei, ég keyri þig sjálfur, þetta er ekkert mál. Það var að keyra allarleið hérna frá Reykjavík til Keflavíkur. Hvernig ætlar að fara svona út úr drukkin að keyra allarleið frá Reykjavík til Keflavíkur? Enginn andi, ég bara fylgi ströndinni. Einn var Óli Skroll, það rúllaði svona. Óli Skroll, það er skrítið með þess að blessaði menn sem að skrolla, sko. Þeir þurfa alltaf að velja verstu orðin. Það er svo alveg ótrúlega. Hann þurfti alltaf endilega að segja drengir, þar sem voru 2 R. En það er nú líka vont að segja strákag, en það skára þó að segja piltag. Nei. Einu sinni sprakk hjá honum og þá sagði hann Ragnar, alveg hræðilegt sem kom fyrir mig. Það sprakk á hjólbagðanum. Ekki dekkinu, sko. Hjólbagðanum. Og hvað heldur ég hafi fundið í dekkinu? Þá kom dekkið. Svona langur, ryðgaður og gaur. Hann keypti sér bíl, belvaði druslu og pabbi sagði, þessi bíl, hann liggur ekki neitt. Liggur hann? Liggur hann? Alveg dauður. Og hvert ætlar á honum? Fara að renna norður. Þetta er komist langt. Já, maður rennir á Mýrarnar fyrsta daginn. Mýrarnar, endilega. Einu sinni kom hann til pappa og sagði, Ragnar, á ég að segja gátu, norsku norðmaður í norður Noregi, hvað er að gera í því? Einn var svolítið sérkennilegur, hann var eins og að taka á móti springnum, þið vitið, skip í legstað, þá kasta svona kaðli sem kallaði springurinn. Hann steig fram yfir, ég var í bílnum með pappa, hann steig fram yfir Hafnarbakkann, fram af Hafnarbakkanum, tegði sér í springnum og fór láréttu niður í sjóinn, langa leið, í 10 stiga frosti, á leiðinni niður kallaði hann, það var plankjarn í fyrra. Það var búið að taka einhvern banka sem hefði verið þarna. Einn var heyrnarlaus. Það var ekki mikið vandamál fyrir hann. Því að hann bara talaði við sig sjálfur allan daginn. Spurði sig og svaraði bara stanslaust. Það er gott veður. Já. Gæti verið betra, já. En ef það skyldi fara að snjóa, það var ekki gott. Nei. Svona talaði við sig allan daginn. Og var með alls konar fabúlasjónir, sko, eins og til dæmis einu sinni. Konan hans var kölluð Gilla, ólegur, sko, rumur, ef þetta tala konu.
mjög traust. og hún lá alltaf inn í kofanum. Hann var hérna vestur á Granda sem núna Ánanaust, sko. Þar voru öskuhaugar og hann hafði starfað þar að vera svona segja til og svona benda eitthvað þar sem hann gat tala, sko, en heyrði ekki neitt. Og einu sinni fór hann að tabúlera. Þetta agalegt. Nú kannski loftárás. Ekki gott. Nei. Þeir varpa sprengjum. Já. Heyrðu, þá getur sprengjan hitt mig. Já. Getið þá hlaupið í burtu? Nei. Af hverju ekki? Sprengja getur samt hitt mig? Já. Hvert á ég fara? Niður í fjöru? Nei. Gæti drukknaði fyrir út í sjóinn? Já. Sprengja hitti mig samt? Já. En að fara inn í kofa? Nei. Jú, fer inn í kofa? Já. Fer út í horn? Girðarleikur við útveginn? Já. Hún segir víst frá því hún Helena Eyjólfsdóttir þegar hún ólst upp í götunni. Þá hún séð mig á hverjum degi, hún man aldrei eftir mér öðru sem hlaupandi, aldrei. Enda minnist ég sjálfur að ég hafði svo gaman að koma hérna, það var hár veggur, að stökkva yfir hann og koma síðan hérna og taka hér atrennuna, stökkva í einu stökki þangað inn, upp í miðjatröppu og alla leið upp í 3 stökkum. Mikið væri nú gaman að geta gert þetta aftur. Til þess að halda nú öllu gangandi að þá þurfti móðir mín að nýta sér sambönd sín. Hún var framarlega í Sjálfstæðisflokknum og þekkti Gunnar Thoroddsen og vann fyrir hann. Hér var kosningaskrifstofa og alltaf þegar voru kosningar og hún hafði verið í verslunarskólanum og þekkti bara elítuna frá sínum árgangi. Það voru bankastjórar og ríkir heildsalar og jafnvel urðu seinna ráðherrar eins og Matti Bjarna. En í staðið þá tekur hún þennan utaskólamann, villinginn föður minn, sem var ekkert í skóla og var alltaf skrifandi. En það var eitthvað sem heillaði hana, hann var besti dansherran í bænum og bara, hún sagðist alltaf hafa ætlað að fara frá honum þegar þau voru að byrja sinn búskap, oft ætlað að fara frá honum en þá hitti hún einhver balli og hann bauð henni upp og þar með bara fóruð út á dansskóla og þá fekk hún hné og gleymdi öllu öðru. Og þannig var þetta, en til þess að halda þessu gangandi þá þurfti hún að vera sérstaklega innundir í bankakerfinu. Og það hékk hérna inn í skáp alveg sérstök drakt sem við köllum bankastjóradraktinn. Og einu sinni ætlaði að fara að slá bankastjóra klukkan 11:30 en þá var illt í efni. Þessi gata var þá öll sem bara möl. Þetta var bara malargata og hér var sko að tala svifryk núna bara smámunir. Þetta var bara eins og Mýrdalssandur þegar voru þau skilyrði hérna. Og hún ætlaði að fara hér út og sér að ef hún fer að ganga inn í þennan sandmökk hérna að þá verður bara ekki rétt lykt af draktinni. Hún sést ykkur skáp til þess að halda lyktinni réttri. Þannig að nú góður á því, það verður að vökva stórhaldið. Svo hún hringir í gatnamálastjóra og heimtar að gatan sé vökvuð. Hann segir, það ekki fyrir á morgun sem við byrjum á því. Og hvar byrjið þá? Í Vesturbænum? Já, nei, segir hún, þið byrjið bara núna. Og hann segir, hvaða frek þetta? Og hún segir, já, þú ræður þessi geitt. Svo hún hringir bara aftur. Og það bara, já, Gunnar Thoroddsen borgarstjóri við? Já, hann nú á fundi. Já, það skiptir engu máli, hann talar við mig samt. Hann búinn að segja að hann tala ekki við nokkurn mann. Já, við erum með samningi á Gunnar Thoroddsen. Þegar ég hringi og það mjög áreiðandi, þá kemur hann og farðu og náðu í hann og þú átt eftir að sannreyna þetta. Og svo kom hann náttúrulega í símann og sagði, já, komdu sæl og blessuð, Jónína mín, eitthvað mjög áreiðandi á seiði. Og hún segir, já, það bara þannig að ég kemst ekki hér út á dyrum. Það bara rík mökkur yfir Stórholtinu. Ég get ekkert gert því gatnamálastjóri hlýtur að sjá það. Nei, þú ert borgarstjóri og við erum búin að semja það þegar ég þarf á þér að halda að þá bara gerir þú það sem ég segi þér. Og svo bara leið smá tími, hann fór og klukkan 11 kom öll herdildi hérna niður og vökvaði allt Stórholtið og þá gat drottningin labba hér út í draktinni sinni og farið og komið í lagi til bankastjórans. Og ég fór með einu sinni til bankastjóra eða tvisvar. Þá var ég unglingur sko og hún þurfti að sjá þetta fyrir mig, ég mátti ekki skrifa undir. Og hún sagði, þú bara stendur þig. Já, og hvað á ég að segja? Ekki neitt. Þú ert að standa, þú mátti ekki segja neitt. Svo fór hún inn og það var búið að segja nei við alla, maður sá fólki koma út með neiið í augunum. Og en þegar að þessu lauka þá var það yfirleitt þannig að þó hann sagði nei í byrjun og þá var það bara búið. Þegar við fórum, hann vissi ekki hvað það hét, hún plataði svo mikið. Einu sinni urðum við alveg rosalega hrædd. Eða hræddist við strákarnir, við vorum að spila hérna þvert á götuna, það var bara að spilaði fótbolta sem hann sýndist. Og við erum að spila, pabbi kemur út mat
og labbar út á götuna og þá erum við með boltann og hann kemur á fulli ferð hlaupandi og segir nú skal ég taka því hann var mjög góð knattspyrnumaður. Tekur hann utanfótar og þrusar, við höfðum bara hliðið sem mark. Nú hann hitti hliðið en var að sigja því að framhaldið var gluggi hjá Jóa Svarta og hann fór beint inn til Jóa Svarta og gegnum gluggan. Þá sást undir iljarnar á föður mín og sagði bara segja Jórmur ég borgi þetta, hann þorði ekki Jóa Svarta ekki þarna. Og fyrir okkur frumbyggjana þá var þetta inngangurinn í Stórholtið. Það var lokað hermannabröggum þannig að þau þurftu að koma hérna Einholt, taka beygju hér inn og ná þessari mjög svo þröngu beygju inn í Stórholtið, þessar hlægilegu litlu götu. Það er tvennt í lífi okkar æskufólksins á þessum tíma sem er algjörlega horfið. Það er annars vegar skíðaslegarnir, þar sem gat verið nokkurs konar leigubílstjóri með farþegafræði fram að sig. Þá kom maður niður svona gangstéttir á útopnu og merkið að maður skildi aldrei slasa neitt sem kom gangandi í veg fyrir mann eða eitthvað svoleiðis. Og hitt var það sem við köllum að teika. Það var að stöðararnir á bílunum þá voru þannig að svo auðvelt að grípa í þá. Og þá beið maður færis kannski að vera einhver bíll að fara úr stæði og hljóp og negldi sig á stöðararnir og svo fór maður á fullri ferð annað upp eða niður götuna. Og þetta var náttúrulega fáránleg áhætta en alveg rosalega gaman, ég bara get ekki annað en sagt það. Og aldrei var nú neitt slys, merkilegt nokk. En það kom einu sinni fyrir að ég var hræddur því þá var bílstjórinn hann var var við að við vorum tveir aftan í og þá reyndi hann að losa sig við okkur með því að svinga bílnum til og keyrði þvert fyrir aðra bíla. Þá var maður hræddur og ég skil nú reyndar ekki þennan bílstjóra, hann skildi gera þetta.